Hæ, þetta er Viktor, framkvæmdastjóri Iceland Review. Mig langar að tala til ykkar sem eru að leita til þeirra ferðamanna sem nú þegar eru staddir á landinu og af hverju það væri góð hugmynd að skoða markaðssamstarf með okkur í Iceland Review til þess að ná til þeirra sem eru nú þegar komnir hingað til landsins. Við búum við það að hafa verið lengi að, þetta er 60 ára gamalt vörumerki og þekkt og búin að segja fréttir á bæði ensku og þýsku í yfir 60 ár og ég er svolítið búin að prífiltera inn til okkar að það er eiginlega enginn á vefnum okkar sem ekki hefur áhuga á Íslandi og af þeim eru þetta stór hluti af þeim sem eru staddir á landinu. Þannig að við höfum unnið þá vinnu svolítið fyrir auglýsendur, þannig að þetta er ekki að vera að auglýsa úti á Google og Facebook en að leita að þeim. Þeir eru bara hérna hjá okkur á Iceland Review, það er óhætt að ganga því vísu. Við erum búin að vera trúverðugur fréttamiðill yfir 60 ár, við unnum með stærstu fréttastofum heims og gerum enn. Í þar síðasta gosi til dæmis bað BBC okkur að fylla í skarðið fyrir sig þangað til þeir sendu sitt fólk hingað upp eftir. Í seinasta gosi vorum við einfaldlega bara fyrst á staðinn með beina útsendingu á ensku á Instagram sem hinir erlendu miðlar tengdu sig inn á. Íslensku miðlarnir voru náttúrulega auðvitað bara fulla að skrifa fréttir á íslensku fyrir okkur Íslendinga. Við erum búin að breyta þessu félagi og erum að vinna í því að breyta þessu félagi. Hún hefur verið tímarit sem kom út á 6 mánaða fresti og var með vef með fréttir. Ég að verða með öflugan ferðavef og öflugan upplýsingavef fyrir ferðamenn á vefnum og erum núna með tímariti sem kemur út 4 sinnum á ári, vetur, sumar, vor og haust og við erum með vefsíðu, ferðasíðu, við erum með YouTube, sjónvarpsþætti, við erum með hlaðvarp og við erum með fréttabréf og margt annað sem hægt er að nota til þess að ná til þessara einstaklinga. Við höfum mjög hátt domain authority, þar að segja að vefsíðan okkar er mjög hátt skrifuð vegna þess að hún er búin að vera lengi að. Hún er skráð sem fréttamiðill og hún er mun hærra rankuð heldur en nokkur annar vefur á Íslandi. Þessi skali er ekkert ósvipaður á Richterskalinn, þannig að hvert stig margfaldast 100-falt. Þannig að það er 100-faldur styrkleikamunur á milli 73 og 74, þannig að okkar samkeppnisaðilar eru langt fyrir neðan. Og þetta skapast að því að við erum búin að vera lengi að og Google lítur á okkur sem mjög trúverðugan og traustvörðugan aðila og til dæmi má nefna að Google Discover eru þær fréttir sem Google finnur frá Íslandi og kemur til þeirra sem hafa áhuga á Íslandi þegar þú loggað inn á Google og farið fréttir og ef þú verið að skoða Íslanda eitthvað þá ertu að geta að fá fréttir og þá er líklegt að það komi fréttir frá Iceland Review. Fóum mikla trafíku með 185.000 manns á mánuði bara gegnum það sem eru mjög verðmætar heimsóknir, það er að segja að fólk hefur mikinn áhuga og mikla kaupauðuna líkur. Við gerðum bara einfalda könnun hvort það væri eitthvað vitið í að auglýsa hjá okkur með okkar viðskiptavini einum. Gerðum auglýsingu sem birt var hjá Google Display og búið að þröngva hana niður á tiltekið markup og birt í Evrópu á þeim löndum þar sem átti að fá kúnna frá og svo nákvæmlega sama auglýsing birt í gegnum Google Display líka en bara hjá Iceland Review og á 40 daga tímabili þá var niðurstaðan sú að 5,39% af þeim sem kom inn á vefinn ítt á auglýsingaborða frá þessu félagi hjá Iceland Review en einungis 0,94% hjá Google Display og ég spyr bara aftur ef þú verður að leggja peningin á hvern reikningin, ef þetta verður bankareikningur á hvern reikningin myndur leggja peningin. Nú erum við með 250.000 mánaðarlegar heimsóknir og það er nú ekkert lítið og 185.000 er að koma beint inn eða gegnum Google Discovery sem ég nefndi áðan og 26%, við gerum könnun á þessu, 26% af okkar viðskiptavinum eða okkur lesendum eru á leið til landsins í ár. Nú ætlaðu þetta langt liðið árið en það er talsvert eftir af því og því að gera að hafa það í huga. Við erum með 55.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum og ykkar markaðsefni kemur þar fyrir sögu, þar að segja við notum markaðsefni okkar viðskiptavina líka til þess að markaðssetja Iceland Review á samfélagsmiðlunum. Þannig að það fylgir með í markaðssamstarfi við okkur. Og svo erum við með 1700 áskrifendur bæði af tímaritinu í pappír og á netinu.
Og hérna má við sjá bara að við erum ekki að kaupa traffíkina, þetta fólk að koma inn að finna okkur í leit eða kemur beint inn. Við erum ekki að auglýsa til þess að fá traffík, þá kemur hérna inn þessi 285.000 manns, 250.000 manns á mánuði sem sýnir auðvitað bara gæði vefjarins og áhorfendanna, lesendana. Og hérna sjáum við að það talsverður fjöldi af þeim staddur á Íslandi. Hér eru semst útlendingar sem eru staddir á Íslandi að lesa vefinn, þetta er 4. sæti. Og þið eruð að reyna að ná í þetta fólk til þess að koma að borða hjá ykkur eða sofa hjá ykkur eða fara í hestaferð með ykkur eða hvað það er, þá er Iceland Review kjörinn staður til þess að ná í þetta fólk. Við fórum á stað með YouTube-rás núna í apríl og á þessum örfáum mánuðum erum við búin að ná yfir 2400 áskrifundur sem er bara býsna gott. Og við erum með 2 þætti á viku, annars vegar er farið yfir fréttir vikunar, í lok vikunar og hins vegar er einhver þáttur eitthvað tiltekið efni, þannig alltaf bara Grindavík eða refir á Hornströndum eða eitthvað áhugavert. Og þetta fær alltaf töluvert áhorf og við sjáum toppana þarna eru auðvitað eldgosin og svo þarna í endan forsetakosningarnar. En hérna þessu verður stöðugt fjölgandi og hérna er auðvitað hægt að leika sér í markaðssamstarfinu. Hérna sjáum við líka að útlendingastaðsettir á Íslandi er að fylgjast með YouTube-rásinni, er að skoða hvað er að gerast hér á landi og fylgjast hérna með. Þetta er kjörinn vettvangur fyrir ykkur að nýta. Við erum með fréttabréf líka, þar sem við erum með 4.500 áskrifundur, fólk sem hefur skráð sér beðið það. Þetta er ekki spam, þannig að við sendum þetta út einu sinni í viku á föstudögum iðulega eða laugardögum í seinasta lagi og þetta er mjög hátt opnunarreit og þarna er svona kennir ýmissa grasa allt á fréttum vikunar og hér erum við þetta að auglýsa að vera í einhverjum skonar markaðssamstarfi einnig. Facebook eða social media, við erum með 51.600 fylgjendur á Facebook, við setjum inn 8 til 9 færslur á dag, við erum með 4.700 fylgjendur á Instagram og það eru aðeins færri innsetningar, aðeins öðruvísi en það er gríðarlega öflugt og eins og ég kom inn á áðan þá notum við markaðsefni frá okkar viðskiptavinum í social media þannig að þið náið út fyrir Iceland Review heiminn með því að fara með okkur inn á social media. Við erum með hlaðvarp einu sinni í mánuði þar sem eru svona hringborðsumræður, fáum þekkta íslenska karaktera til þess að ræða málin, það þarf ekki að vera fréttir vikunar eða fréttir mánaðarins, það getur verið staði íslenskunar, það getur verið bara hvaða málefni sem er sem að vekur áhuga á eftirtekt og hér eru auðvitað hægt að vera kostandi og taka þátt í því. Við viljum bjóða upp á bara svona samstarfsmöguleika, bara markaðssamstarf, ekki selja eitthvað að borða eða birtingar í blaðinu eða eitthvað svona, við viljum selja bara heildarsamstarf og hér skiptir ekki máli hversu miklu markaðsvél þú hefur yfir að ráða, við finnum alltaf lausnir fyrir þig. Ef þú ert að leita eftir ferðamönnum sem eru komnir til landsins og vilt fá þá til þín að borða, til þín að gista eða til þín að versla, þá er að gera að hafa samband fyrsta bara og við finnum eitthvað fyrir þig. Þannig að svona í lokin við erum búin að breyta þessu fyrirtæki og erum að breyta þessu fyrirtæki í því að vera svona eina margmiðluna fyrirtæki í heiminum sem fjalla bara Ísland og íslenskt málefni, íslenskt fólk, náttúru og ferðamennsku og njótum mikils trausts þegar því kemur og bara svona til hugleiðingar þá eru talað að það verður þannig 2,1 milljón ferðamanna í ár. Þetta fólk þarf auðvitað allt mann að borða, kaupa bensín, skemmta sér, versla og guð má vita hvað. Þetta er bara spurningin, vilt þú að þau koma til þín eða fara eitthvað annað? Og með því að hafa samband við okkur þá bara finnum við eitthvað skemmtilegt og vinnum saman. Takk fyrir mig.